Ólafur, góðan daginn, þú ert farinn. Nei, ég, Ertu ekki Ólafur? Nei. Bíddu. Ég má ekki bara fara inn. Já, það er þriðjudagur, ekki miðvikudagur. Ingi. Akkúrat. 10:30. Yes. Já, gjörðu svo vel. Ég ætla að bíða eftir. Takk fyrir. Það er... Fáðu sæti? Já, takk. Viltu kaffi? Já, takk. Enga mjólk. Sæl. Takk hérlega. Jæja. Hvernig hefur frænka mín það? Bara gott. Hún er heima með Lilju núna, reyndar. Nú? Já, hún fékk einhverja pest. Já, ef það er eitthvað sem ég get gert, þá ekki hika við að láta Snædísi hringi í mig. Já, algjörlega. En ég er alltaf með CV mitt. Ég bætti aðeins við svona verkefni sem ég hef verið í upp á síðkastið og já. Já, ég held að ég væri bara góður viðbótar starfskraftur hérna. Sko. Þú veist hvers vegna þú ert hérna, er það ekki? Þú ert hérna fyrst og fremst vegna þess að hún Snædís, frænka mín, hún grátbað mig að taka þig í vinnu. Hvenær áttu að mæta fyrir dóm? Næstu viku. Hvenær fyrstu þið síðast í klass? Ekkert síðan slysavarð. Það er mjög erfitt fyrir fólk að breytast. Og í raun og veru þá hef ég aldrei séð það gerast. Já. Ég veit alveg að ég er ekki að fara að fá mörg tækifæri þannig ég get lofaði því að ég mun ekki klúðra þessu. Kannski. Þú þekki leiðina út? Hæ. Hæ, hvernig gekk? Tölum bara um það þegar ég kem heim. Hvað var hann svona erfiður? Já. Þú veist, hann er bara að vera með einhverja stæla. Já, ég tók eftir því. Má ég hringja? Nei, ekki gera það. Þú veist? Já. Heyrðu, það var svo eitt annað. Nágrannir eru að kvarta yfir einhverju lykt sem er á ganginum og þeir halda að þetta gæti verið að koma frá okkar íbúð. Lykt? Ertu ekki að djóka í mér? Já, ok, ég skal tjekka á það. Ok, ertu með aukalíki? Nei, ég er ekki með það. Ég er komin eftir korter. Ok, sjáumst þá. Já, ég segi þig. Bye. Halló? Lilja er sofnuð. Hvernig er hún? Hún er bara ágætt, en hún var bara sofnuð. Er lömpum hita? Ég var að fara með hana
til læknis? Nei, við sjáum bara til hvernig hún á morgun. Já. En hérna, heyrðu þér í lögfræðing? Já, aðeins. Ég ætla bara að tafa eins með þetta morgun. Já, ok. En ég var að gera mat að hún kemur frá. Já, ég kem svo. Ég heyrði að, krónan að styrkjast, sem þýðir að við fáum minna fyrir gjaldurinn okkar. Og þá held ég að við verðum eiginlega að hækka leiguna á íbúðinni. Já, ég held að enginn muni leiguna ef við hækkum. Við verðum ekki eitthvað. Gengur ekki svona? Nei, ég meina, svo ferðu vinnuna og eitthvað. Já, samt sko. Hann skoði ekki eins og CV mitt. Nei, ég meina bara því að hann veit alveg hvað þú ert. Já, en hann gerði ekki hann að hrauna yfir með allan tíman sem ég var þarna, skilurðu. Ok, ætlarðu að hringja hann? Nei, please, ekki hringja hann. Please, ekki hringja hann. Ég nenni ekki að vinna fyrir gæja sem maður vill bara ekkert með mig hafa. Skilurðu. Ok, ertu búinn að tala við einhvern annan? Já, ég er búinn að tala um einhvern annan. Er það? Já. Ok. Ég bara, þú veist. Ég nenni líka ekki að vera eitthvað að hitta hann og hann sæta rítar hans einhvern veginn alla daga, skilurðu. Þú veist það. Bíddu. Hann er með eitthvað gellu Sagðirðu sæta ritara? Ég sagði sæta ritara, Ok. skilurðu. Hann er með eitthvað, ég sagði það, skilurðu. allt í lagi. Hann er með eitthvað gellu í móttökunni sem er bara, veit greinilega ekkert hvað hann er að gera. Ok. Þú veist, það tók hann 5 mínútur að fatta hvað dagur er í dag. Og maður sér alveg á hverju hann er ráðinn, það er ekki greinilega ekki á þennu svo ógeðslega góður ritari. Nú, hvað, af hverju? Veist af hverju, skilur, hann er bara augljóslega, hann er klárlega bara að fara í gegnum einhverja krísu. Já, ok, þannig að hann er bara, heldur hann sé alltaf framhjá? Já, ekki spurning, bara alveg klárlega, sko. Ok. Hann er að djöflast á ritana. Já, á dóttur sinni. Þetta er Embla. Embla frænka, andskotin hafi. Hún hefur oft komið. Já, ég man eftir henni núna, sko. Ég veit þetta leiðilega. Heyrðu, hvað heitir hann aftur hérna gæði sem er að leiða okkur? Eitthvað rít, held ég. Þetta er bara í appinu. Já, ok. Heyrðu, ég ætla að slappa, hann hlýtur nú bara að hafa, þú veist, skilið ískapinu eftir opinn og farið í ferðalega eða eitthvað. Já. Til stökka, sjáumst. Takk fyrir mig. Já. Mr. Reed! Mr. Reed! Fyrirgeðu, ég er að leigja út íbúðinni hérna. Hefurðu séð einhvern gamlan mann koma að fara eitthvað? Hvað segast þið? Nei, ég get ekki sagt það. Þau kemur svo lykt frá íbúðinni þinni. Já, ég veit það ekki. Hann hefur glemt að fara með ruslið, kallinn eða eitthvað. Mér finnst það ekki vera þannig lykt. Mér finnst það meira svona eins og... Æ, skiptir ekki máli. Djöfullinn. Halló? Mr. Reed?
Ingimundur, Já. vaktið þú hann að rýta eitthvað? Nei, hann bara bókaði nokkra vikur hjá okkur og svo heyrðu við í honum. Okkur? Já, ég og kærastinn minn erum að leigja íbúðina út. Hvað heitir hún? Snædís Pétursdóttir. Ok, en hittir hann að rýta eitthvað? Þú láta hann fá lykla eða? Nei, en kærastinn minn sér eiginlega allt sem hann tengist íbúðum. Það voru eitthvað kvartanir? Nei, ja, þá náttúrulega hringt bara út af þessari lykt sem kom. Þess vegna var ég að kíkja í dag. Veistu hver það var? Hún hringdi, nei. Já. Nei, Snædís sá það líka. Ok, við verðum í sambandi við Snædís á morgun. En ef þú getur sleppt í að fara inn í íbúðina meðan tæknideildin er að klára að fara í gegnum hana. Já, auðvitað, ekki mál. Herru, fyrirgefðu, ég var ein spurning hérna. Sér tæknideildin að þrífa og svona áður en þið fara? Nei. Hvað, þá ekki ríkið að löggan að sjá svona? Nei, þetta virkar ekki þannig. Þetta er þín íbúð og engaeign er í ábyrgð eiganda. Þannig að ef ég væri þú þá myndi ég bara hringja í ræstingafyrirtæki sem sérhæfir sig í svona. Eða þú getur bara gert það sjálfur. Hæ. Þú varst bara að koma heim núna? Já. Kostaði hvað lykt þetta var? Já, hvað var þetta? Það var bara dauður á Bæjarbryggi, kallinn. Hæ? Lítur út fyrir að hafa drepið sig. Og lyktin var bara... Það er eins og ég fösti mig bara að vera komst í sturtu eða eitthvað. Og hvað með íbúðina? Við erum að fara að fá nýja gesti eftir nokkra daga. Já, við verðum bara að fá ræstingafyrirtæki eða eitthvað. Og hvað ætli það muni kosta mikið? Þetta bara leit ekki vel út. Ég fokkinn þolið þetta ekki alltaf eitthvað djöfisins kjaftar. Ég bara... Allt í lagi. Viltu ekki bara koma upp í rúm og við getum bara að tala um þetta morgun? Já. Ok. Já, ég heyri bara í þér á eftir. Ok, takk fyrir. Bless. Daginn. Daginn. Og þú gerir vinnunni? Nei, ég hringdi og fekk bara frí. Svo tala við ræstingafyrirtækin? Já. Og hvað sagði þið? Sko, þetta er alltaf að fara að verða dýrt. En þeir sögðu að þeir vildu koma og sjá áður en þeir myndi ekki okkur tilbúð. Já, var eitthvað þið líst þér á? Já, það var einn gaur sem var alltaf svona... spenntur. Spenntur? En hann kemst í dag, þannig. Við veit bara taka hann, hann kemst í dag. Jú. Og Lili vaknaði? Já, hann er bara inn í þessu. Ó, ég vil segja hvað. Góðan daginn, Esti mín. Hvað? Þú bara með kaffibóða? Hvernig líður þér? Má ég fá? Kaffi? Viltu kaffi? Já, ekki málið. Komum tím til að byrja að drekka kaffi, held ég, sko. Gjör svo vel. Skál. Þetta er gott. Viltu meira? Nei. Ég skal taka það. Ég held ekki. Ingi, ég ætla að fara að hitta hérna gaurinn sem er að fara að þrífa. Heyrðu, nei, ég skal gera það. Er það? Já, það er algjör óþarf að þú setja eitthvað að velta þér upp úr þessu ógeði. Ok. Hvað ógjöf? Gesturinn okkar er ruslahaugur, eins og þú.
Blessaður. Blessaður. Arnór, er það ekki? Já. Sæll, Ingi. Hvað segir þið? Bara hreint. Það er réttur það. Já, hvernig lítur þetta út? Bara ekki sérstaklega vel. Það ekki? Nei. Kíkja á það? Já. Hvað er það, þriðju eða annarri? Annarri. Hvað var hann búinn að vera þetta lengi? Þetta ekki, nokkra vikur. Já. Þetta ætti ekkert að vera neitt stórmál, sko. Ha. Græðum þetta. En allt þetta dót hérna, varstu að spáði að geyma það? Svona, just in case. Fjölskyldan myndi vilja fá eitthvað þessu. Nei, eða þú veist, ég held að þetta væri bara alltaf ónýtt. Já. Ég fæði kannski eitthvað að renna á það. Hvað segir þú, þarf þetta að klárast í dag eða? Já, þetta verður að klárast í dag. Já. En hvað myndi það að kosta? Skjóta á svona 150 kallir fleiri. Já, ok. En ef að þú myndir bara sjá um baðið og ég myndi sjá um rest. Já, það er ekkert mál. Hvað er það? Svona 100 kall eitthvað fleiri. Ok, já, segðu þú? Já, flott. Ekki að. Heyrðu, já, hvort myndir þú vilja lavendel spring eða lemon fresh? Ha? Nei, lyktin. Skipta okkur máli? Nei, svo sem ekki. Ég sæki bara græðar. Ok. Jettur í lundu ég lagði af stað. Á sömu stundu ég skauta. Ég bauð þér upp í bílinn, ég blístraði á skrílinn. Ég held ég hafi aldrei lent í öðru eins. Jettur í lundu ég lagði af Arnór. Arnór. Arnór! Heyrðu. Ég er að fara á sorpu. Já, ok. Heyrðu, ég verður auðvitað bara búinn hérna og farin og kemur tilbaka. Ok, glæsilegt. Ok, segðu það. Sjáumst.
No matter what I try, she doesn't allow me to just... My name is Ethan Reed, and this is my account. I haven't slept for days. I don't know for how long anymore. I've been losing more and more time. I appear in places. I don't know how I got there or why I'm there. I suspect it's the sleeping that's causing the time skips, but it's just so hard to stay awake. Pappi! It doesn't matter to that thing. Jesús, fyrirgefstu mér, ég fara brá. Hvað segirðu? Mamma sagði að þú ættir að koma og horfa á sjónvarpið með okkur. Já, ég að koma. Hvernig gekk þetta? Bara fínt. Eða þú veist, þetta gekk spes-típaðri gaur. Nú? Já. Það gaf mér afslátt. Ok, og hvað er íbúðin bara góð? Já, hún er allavega hérna niður fyrir hérna ástandið. Já. Hvernig komin ég að gesta þér? Á morgun? Já, fyrir hádegi. Þessu dagmótin? Nei, þú ert að gera svo mikið og ég ekki bara að gera það. Nei, þetta er ekki það. Mér finnst bara fínt að vera busy. Já, ok. Hvað? Það, eitt. Ekki alltaf leið? Jú. En já, hvað finnst þér? Ættu að segja nýju leiðendunum frá hvað gerðist? Já, ég ætla að líka business, endilega. Já. Ekki. Ekki bara gera það. Hefur við gera það? Ég bara rústa þessu. Ok. Ekki bara. Ok. A few days ago, I took the box to an antiquities dealer. He told me it looked like it was from the 17th century. My son and his wife found the box in the attic when they were clearing it out. It keeps following me, tormenting me. It doesn't stop. It can't be real. It makes me see things.
makes me do things. Every time I have a skip in time, my cassettes have been destroyed. I will try to hide them, somewhere no one would look. Let's go for horizon. Hvenær vaknaði þú? Ég gæti ekki sofnað. Jú, þetta ekki alltaf leið. Jú, ég bara eitthvað að andtaka. Ok, ég skal fara með Lilju. Þú getur alveg séð nýju gestina, eða ekki? Jú, ekki mál. Hreinsiþjónusta Arnórs, þú blettur þessi ljótur, þá verð ég fljótur. Þú blettur þessi ljótur, þá verð ég fljótur. Hreinsiþjónusta Arnórs. Já, blessaður, þetta er Ingi hérna. Ég var með íbúðana þarna sem að... Já, ég man eftir þeim blett. Er ekki allt í lagi? Jú. Ég var bara að spá hérna, þrjóðast að taka til. Fannst þú nokkuð einhvers staðar svona spólur einhvers staðar? Spólur? Hvað er svona bara eins og AFS? Nei, þetta er svona litlar hljóðspólur einhverjar. Já, svona kassettur? Já, mitt kassettur, já. Ég man ekki eftir því. Nei, ok. Þetta er spring. Yeah, hello? Oh, yes, you're downstairs. Okay, yeah, I'll come right up. Yep, bye-bye. All right, here we are. Okay, welcome to your new home away from home. Thank you, it looks very nice. 你觉得呢？看上去挺好的。Do you guys want a tour or are you good? 他在问我们需不需要他带我们参观一下这个房子。啊，谢谢，不用，我们可以自己看看。No, we are fine. Okay. Yes. Here are your keys. Thank you. And just remember to leave them on the table before you go. And yeah, just enjoy your stay in Iceland. Okay, thank you. Okay. Bye-bye. Bye bye. Have a nice day. Yeah, likewise. Grínast um einhver. Yes? Hi, sorry, I forgot to check one thing, if that's okay. Yeah, of course. Great, Fine. thanks. Hi, sorry, I just need to check the freezer because sometimes, you know, sometimes people forget to... 他在干嘛？ empty it. Yep, there you go. Yeah, you never know what people you don't know get up to. Okay, bye-bye. Bye bye. Hi. Hello? Snædís. I hear her say her last words endlessly and repeat in my head. I can't get it to stop. I need it to stop. I can't sleep anymore. It keeps following me, tormenting me. It doesn't. Oh, shit. Pappi! Ástin mín. Koma. Hvernig var í dag? Við vorum að læra stærðfræði. Okay. Anna heldur mjólk út allt þegar við vorum að borða. Halló? Ingimundur, mættu 7 í fyrramálið. Já, þannig ég fékk starfið. Halló?
Djöfus fífl. Hvað er fífl? Fífl blómasmeri. Pabbi, geturðu sagt mömmu að við viljum? Snædís, hvar er Lilja? Ha? Hvar er Lilja? Er hún ekki bara upp í rúminu sínu? Lilja! Ingi, er ekki allt í lagi? Lilja! Ingi. Snædís, Snædís, hún er ekki hérna. Mamma. Já, veistu minn, þetta er allt í lagi. Bara að sofa. Ok. Hvað í andskotanum er í gangi? Ég veit það ekki, fyrirgefðu, ég bara... Í alvörunni, þú varst að vekja barnið miðja nótt. Ég veit það, mér fannst bara allt í einhvern veginn. Eins og hvað? Bara þú veist, ég veit það ekki, ég skiptir ekki máli. Nei, alveg tala, hvað er í gangi? Það er ekkert í gangi, mér fannst bara allt í einhvern veginn, ég er bara illa sofin. Þú er bara illa sofin? Já, hvað meinar? Finnst þér þetta lagi? Nei, ástin mín, láttu ekki svona. Bara stress. Ingi. Fyrirgefðu, hvað ertu að gera? Djöfull brá mér, maður. Já, ekkert, ég bara... Hvenær vaknaðirðu? Ég veit það ekki. Ok, ég ætla að gera kaffi. Og þetta hérna. Hörðu, svo er klukkutími mat milli 12 og 1 og þinni vakt líkur klukkan 4. Já, býtum, hvað hikið fyrir bara skrifstofu? Stapla boxunum, svo ferð þú á færibandið, svo spúlar gólfið. Ég hef bara rétt að vera. Hélstu hvað?
Varstu ekki að tala um það að þú hefðir ekkert voðalega mikið af tækifærum og þú ætlaðir ekki að klúðra neinu? Þetta þitt tækifæri. Þú getur líka að labba hérna út ef þú vilt. Nei. Ok. Byrjaðu þá. Hvernig var fyrsti dagurinn? Heyrðu, hann var bara fínn. Ég var að vinna í verksmiðjunni við að raða kössum. Já, hann lætur alla byrja þar. Þú verður komin á skrifstofuna áður en þú veist af. Já, ég efast einhvern veginn það. Þú hringdir í hann. Var það ekki? Þú hringdir og heimtaðir ég fengið þetta. Heyrðu þér í lögfræðingnum? Já, hann bauð mér að semja eftir við saksóknarann. Og ég sagði bara nei, maður græðir ekkert á því, en það er líka fundur á föstudaginn að fara aðeins yfir þetta, hvernig við ætlum að tækla þetta fyrir réttinu. hvað ertu að gera? Ertu ekki til? Okkur. Það er matur hjá foreldriðinu. Varstu búin að gleyma því? Já, ég er búin að gleyma því. Getur við ekki bara beilað það? Nei, drífðu þig. Eruð þið velkomin? Alltaf svo gott að sjá þig. Sömuleiðis. Ósköp, ertu frönur? Ekkert með hita? Nei, ég er bara illa sofinn. Hvar er pabbi? Á sínum venjulega stað. Amma, séu nýju skóna mína. Prinsessuskór. Rosalega, eruð þið fallega stelpurnar mínar. Ég var að drífa okkur upp. Ingi minn, getur þú hjálpað mér að skera fyrir gratínið? Já. Snædís sagði mér velkomin með vinnu. Já. Við erum að kössum. Hann er eins og gott með háskólapróf á bakinu. Nú bara ánum að þú skildir finna eitthvað. Þetta vond? Nei. Fekk bara góð merkilyf. Var ekki bara eins svona? Jú. Ertu búin að tala við Egil? Já. Og hvað sagðirðu við hann? Bara sagði hann hvað gerist þegar við kemist ekki á morgun. Ok. Og svo?
Leið með maður. I went into the attic to see if I could find some clues as to where the box came from. Hidden among some boxes, I found my great uncle's war diary, Walter Reed, who'd been with the U.S. 7th Army during World War II. During the very last days of the war, Walter and his men had been hunting down an SS colonel. They had intercepted a message that the colonel was transporting something so dangerous. The SS High Command wanted the colonel to personally hide it from the Allies. The colonel had been able to bypass Allied patrols and evade Walter for weeks, until Walter had gotten wind that the colonel was getting closer to his final destination, a villa close to some mountains somewhere in the south of Germany. Under the villa was a labyrinth of bunkers dug into the mountain. Once the colonel would reach the villa, it would be placed into a bunker where the tunnels were to be destroyed. So what they were trying to hide would be lost for forever. But the colonel would never reach the villa. Walter and his men reached the villa first. Walter and his men opened the wooden crate, and inside he found the box. He didn't understand why the SS would go through all that to hide some old-looking metal box. He presumed it was bad information and took the box for himself. A few days later, Walter was dead. That's the thing. What all the owners had in common is that they all died soon after opening the box. Oh, I am so tired. Sorry, whoever you are listening to this. It's hard to keep my thoughts straight. Anna sent the box to me from Iceland the same day she died in a drunk driving accident. I didn't open what she sent me until a few days ago. At first, I didn't want to believe. But now, it's real. Nothing but death and devastation surrounds that box. I don't want to die. Hæ. Hæ. Stelpurnar sem eru í íbúðinu var að hringja mig. Já, og hvað? Einhver sagði þeim hvað gerðist. Ég trúi þess ekki. Hver er að segja þeim það? Hvað hefur að gera? Við verðum bara að selja þetta eða eitthvað og finna út úr þessu. Ég er pínu busy, má ég heyra þið seinna? Já, en geturðu að fara út í búð og keypta matinn? Já, ég er svolítið upptekinn. Ingi. Já. Hvað var það? Hei! Herðu, stoppaðu!
Herru, ég þarf að tala aðeins með þér, maður. Stoppaðu, maður. Hei! Herru, komdu út úr bílnum. Herru! Ingi, hvað er maturinn? Pöntu bara pítsu. Hvað meinar, hvað gerist eitthvað? Rakst á Grím í búðinni. Grím? Já, hún er bróðunnar. Önnu. Ég veit ekki hvað ég get tekið þetta mikið með lengur. Hvað meinar? Ég fór aftur að skoða vinnur úti. Ingi, lífið okkar er hér. Ekki bara ræða þetta seinna. Ég skal panta pítsuna. Það er dýr sem er svampur. Ég fann í bíltúr. Ertu bara farinn? Ingi? Hvar ertu búin að vera? Nei, ég aðeins bara að fá að vera hérna út af fyrir mig. Hvar varstu? Þú veist að ég finn lyktina þér. Já, þetta er bara út af bóksinu. Ha? Þetta er bara út af bóksinu. Hvað ertu að tala? Það er ykkur bölvun á því. Bölvun? Er ekki lagi með þig? Sko. Það
alveg sem ég fékk það bóks úr íbúðinni. Þá er ég búinn að vera að sjá alls konar hluti, skilurðu, og ég er búinn að heyra alls konar hluti og stundum er ég að detta út og ég vakna einhvers staðar og ég veit ekki hvernig ég lendi þar. Ég var búinn að vara þig við hvað myndi gerast. Hlusta á mig, skilurðu, ég er ekki fugl. Anna sem dó í slysinu, hún átti þetta bóks. Skilurðu? Og ég ætla ekkert að enda eins og hún. Ertu að heyra í sjálfum þér? Já, ég veit alveg hvernig það Nei, veistu það, ég get ekki dílað við þetta akkurat núna. Snædís, hlusta. Nei, ég er ekki að handla það. Snakar. Snædís. Nei, please. Nei, ekki. Hæ. Hæ, þetta er mamma. Æ, fyrirgefðu, ég veit að ég er að hringja allt of seint. Vakti ég þig nokkuð? Nei, allt er góð. Hvað segirðu? Hérna, geturðu verið svo vænn að keyra mig upp á flugvöll á morgun? Já, getur pabbi ekki keyrt þig? Nei, hann er eitthvað slappur. Þú veist hvernig þetta saltaða fæði fyrir hann. Já. Já, ekkert mál. Ég skal segja þig. Er kannski betra að ég hringi í leigubíl? Nei. Allt er góð. Alveg. Ég skal koma að segja þig. Takk, engi minn. Heyrðu, ok. Sjáumst á morgun. Bless, elskan. Bye bye. I've been having these visions. First like snapshots. But now, I see the whole thing. She created the box and unleashed it upon a small town. After the town had been decimated, people became suspicious. It was only a matter of time before witch hunters would come looking for her. They finally found her and cornered her off in a vineyard. She created the box to torment and torture any creature that was unlucky enough to come in contact with it. She was pure evil. She hated everyone and everything
After capturing her, she was beaten, tortured, and kept awake for days. After confessing what she did, she was brought to the gallows. With her last breath, she put a curse that her spirit would torment humanity for all eternity. They hanged her. After she was dead, her body was burned and her ashes encased and thrown into an unmarked grave. I hear her say her last words endlessly on repeat in my head. I need it to stop. Ingi, ertu hérna? Snædís! Lilja! Mamma! Hvað er þetta? Snædís! Drullaður út! Snædís! 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 Farðu út! Farðu út! Takk fyrir að skutla mér. Ekkert mál. Snædís hringdi í mig. Já, nú skil ég á hverju vildir endilega mitt keyra þig. Ekki láta svona. Veistu það, mamma, ég bara nenni ekki að tala með það. Akkur ekki. Þú var staðið svo vel. Já, þú myndir ekki skilja það. Hjálpaði mér þá að skilja það. Ég er ekki eitthvað stjórnlaus, mamma. Ég bara hef ekkert sofið. Ég var að tala við hana vinkonu mín hennar Sunnu. Hún sagði mér að maðurinn hennar hefði átt í svefnleysi. Mamma, ég er ekki í stuði, ok? Það er eitthvað í gangi með líka Snædísar. Mamma, hættu þessu. Hlýsetti háljósuna. Þetta er ekki neitt. Halló? Hvar ertu? Ha? Þú áttir að hitta mig fyrir hálftíma til að ræða málsvörðuna. Já, einmitt. Sorry. Þú veist, þetta er þín framtíð sem liggur á línunni. Já. Hérna, ég hef ekki tíma í þetta. Ha? Býttu? Takk fyrir að skutla mér, Ingi minn. Ég er að fara upp í vél.
Skilaðu kveðju til Snædísar og Lilju frá mér. Egill. Nei, Ingimundur, hvað? Af hverju er þú hér? Herru, ég ætlaði að fá að tala aðeins við þig í einrúmi. Já. Áttu nokkuð kaffi? Nei, vélin er biluð. Hvað viltu eiginlega? Já, ég ætlaði nú að bara gefa þér smá þakklætisvott fyrir að gefa mér frí þannig að þeir slasaðast daginn. Þú þarft ekki að gefa mér neitt. Herðu, eftir að þú hringdir hérna daginn, þá hafði Snædís samband við mig og sagði mér það að þú var alveg grjótharður á því að mæta í vinnuna þó þú hafði slasað þig aðeins. Er það rétt? Já. Já? Þú, ég kann að meta svona vinnusemi. Mjög vel. Veistu það, þetta fyrirtæki hérna, það var næstum farið á hausinn í hruninu. Það var náungi hérna sem að skýt með það. Og eftir það, þá hefur verið mjög varkár varðandi það hverju ég hleypi nálægt. En ef að þú nærð að klára út mánuðinn, þá skal ég hleypa þér hingað inn á skrifstofuna. Já. Ég veit ekki hvað að segja. Býtu, á þetta verið eitthvað grín? Hvað? Vindur ekki hverju? Sæl. Ég heiti Ragnar, þú mást kannski ekkert eftir mér, en ég er gamall bekkjarfélag hennar Önnu úr háskólanum. Ég var að spá hvort þið getum spilað þess. Já, auðvitað man ég eftir þér. Já, gjörðu svo vel og gakt í bæinn. Takk. Já, hérna er það. Ég hef engu breytt. Hún var yngsta barnabarnið mitt. Hvernig var hún svona? Svona það litið sem hún var ekki steina? Já, hún var utan við sig. Maðurinn hennar hafði dáið rétt eftir að þau giftu sig. Já, hún var hætt að geta sofið almennilega. Þetta Reed, var það ekki maðurinn hennar? Jú, Bandaríkjamaður. Kynntistu honum? Nei, ég heiti pappans. Æ, það var hryllilegt það sem gerðist.
Get ég nokkuð fengið hjá þér vasklas? Já, auðvitað, þó það nú væri. Gjörðu svo vel. Takk. Ertu ekki svangur? Nei, takk. Hvernig þekktir þú Önnu aftur? Fyrir ég, hvað er klósett hjá þér? Já, það er við hliðina á herberginu hennar. Þetta er nú meiri gestagangurinn. Nei, þarna ertu. Já, Grímur minn, má ég ekki kynna þig fyrir... Hvað heitir það aftur? Við vorum að kenna Anna í dáin! Játaðu það! Játaðu það! Hæ, geturðu farið úr íbúðinni? Það eru gestir að fara að koma á morgun. Þú verður bara að redda þér einhvert. Hæ, þetta er Snædís. Ég er ekki við eins og en ég skal bara hringja leið og ég get. Hæ. Ég fór á hótel. Ég er ekki í góðu standi, ég viðurkenni það. Ég þarf að fá hjálp. Getum við talað saman? Reynt að finna út úr þessu. Hringdu í mig.
Ég játa. Ég játa allt. Bílslysið var mér að kenna. Gerast. Þú ert ekki hérna. Ég aldrei að fara að vinna þetta mál. Þeir vita að ég gera það hana. Þeir geta sannað að ég gera það hana. Ég get ekki sannað að ég hafa verið fullur. Ég hef getað bjargað henni. Ég horfði á bílinn brenna. Heyrði henni öskra. Og fór viss. Birtist bara allt í henni þarna. Ég átti ekki að vera að keyra þarna á þessum tíma. Þetta voru bara nokkri bjórar. Ég var bara hræddur. Og ég flúði. Fyrirgefðu. Ég hefði getað bjargað henni. Fyrirgefðu. Snædís! Pabbi! Jasmín. Hvað segirðu svona? Hver er mamma? Hún er í sturtunni. Hvað gerðist? Pabbi datt aðeins. Viltu leika með mér? Pabbi er svolítið þreytur. En mér langar að leika. Hvað er leik langar að fara í? Feluleik. Feluleik. Ok, við skulum fara í feluleik. En má ég þá byrja að telja? Já. Má ég það? Já.
10. Hvar hún eiginlega? Ertu kannski... Hérna! Lilja! Hvað ertu eiginlega? Lilja! Lilja! Lilja, ekki! Þú veist að þú mátt ekki fara hérna inn! Fyrirgefðu. Já, ég fyrirgefast mér. Þetta er alltaf leið fyrirgefast það. Við skulum bara fara seinna en fyrirleik. Ok. Farðu inn í epigjólið, það er þess að pappa þess að vinna. Ok. Hei, ástu mín. Ég komist að því að það er engin önnur leið til að stoppa þessa bölvun. Þeir sem var undan mér held að það væri kannski eitthvað sem það þarf að gera. Ég held að svo sé ekki. Það er bara ein leið til þess að koma í veg fyrir þetta bók sem ég hefur verið. Meir í ykkur. Ekki reyna að finna mig. Ég ætla að fara hvert þar sem að enginn getur fundið mig eða þetta helvítis bóks. Fyrirgefðu. Þið eru það besta sem ég hef komið.